Þá sjónvarpsdagskráni svo gott sem lokið í kvöld. En sjónvarp hefst aftur á morgun föstudag 27. nóvember klukkan 17:50. Ritmálsfréttir eru fyrstar á dagskráni og síðan tekur við barnaefni. Þar fylgjumst við fyrst með Nilla Holmgeirs og síðan teiknimynd Albín. Danski gamanmyndaflokkurinn Örlögin á sjúkrahúsinu kemur á skjáinn klukkan 18:40 og klukkan 19 flettum við í alþjóða matreiðslubókinni með Sigmari B. Hugsinni. Á döfinni hefst 10 mínútum síðar og fram að fréttum klukkan 20 heyrum við efstu lög bresk-bandaríska vinsældalistans. Eftir fréttir þingsjá Helga E. Helgasonar á dagskrá og klukkan 21 sjá nemendur Fjölbrautaskólans í Breiðholti þáttinn Annir og appelsínur. Klukkan 21:35 birtast svo þeir Derrick og Harry Klein á skjánum. Föstudagsmyndin heitir Blóðhefnd og frönsk frá árinu 1982. Gerð eftir metsölubók eftir Sébastien Chapuisat. Myndin fjallar ungan bifvélavirkja sem kynnist leyndardómsfullri fegurðardís sem leikin af Isabel Adjani. Dagskrárlok annað kvöld verða svo rétt fyrir klukkan 1 eftir miðnætti. Á Rás 1 nú verið að útvarpa frá tónleikum Sinfóníuhljómsveitar Íslands og á Rás 2 stendur enn strokkur Kristjáns Sigurjónssonar. En dagskrá sjónvarps lokið í kvöld og við heyrum að vanda útvarpsfréttir í dagskrárlok. Góða nótt. Alþýðuflokkurinn fellst ekki á að samþykkja að drög sjávarútvegsráðherra frumvarpi til fiskveiðistefnu verði lögð fram óbreytt sem stjórnarfrumvarp á Alþingi. Alþýðuflokksforystan segist ekki taka þátt í að framlengja í 4 ár núverandi kvótakerfi í aðalatriðum. Ríkisstjórnin fjallaði í morgun ágreiningsmál varðandi kvótafrumvarpið og málið hefur verið rætt í öllum þingflokkum stjórnarinnar. Ekkert hefur komið fram sem bendir til þess að Halldór Ásgrímsson sjávarútvegsráðherra muni breyta aðalatriðum kvótafrumvarpsins, frumvarp sem hefur verið samþykkt í valdastofnun margra hagsmunasamtaka í sjávarútvegi. Sjálfstæðismenn ræða kvótafrumvarpið áfram á þingflokksfund á morgun. Sjálfstæðisflokkurinn styður að drög sjávarútvegsráðherra verði lögð fram á Alþingi sem stjórnarfrumvarp en áskilur sér rétt til að stuðla að breytingum á einstökum atriðum, til dæmis varðandi gildistíma laga og framsal kvóta. Fulltrúar sjálfstæðismanna í stjórn Byggðastofnunar voru ekki valdir á þingflokksfundi í dag eins og búist hafi verið við. Það dregst því enn að kjósa formlega nýja stjórn Byggðastofnunar á fundi sameinaðs Alþingis. 4 þingmenn sjálfstæðisflokksins vilja komast í stjórn Byggðastofnunar. Vandinn bara sá að flokkurinn velur menn í aðeins 2 af 7 stjórnarstólum í stofnuninni. Þess vegna þarf að kjósa á þingflokksfundi sjálfstæðismanna milli Eggerts Haukdals, Halldórs Blöndals, Ólafs G. Einarssonar og Pálma Jónssonar. Eggert, Halldór og Ólafur G. sátu í stjórn Byggðastofnunar á síðasta kjörtímabili. Nú hefur sjálfstæðisflokkurinn mist 1 stjórnarstól af 3 til Stefáns Valgeirssonar, Samtökums jafnréttis og félagshyggju, og Pálmi Jónsson bætist svo við sem 4. áhugamaður í þingliðinu setu í stjórn Byggðastofnunar. Kosningu í þingflokknum frestar í dag að ósk Pálma sem stattur erlendis. Annar 2 fulltrúa sjálfstæðisflokksins verður formaður stjórnar Byggðastofnunar, því stofnunin heyrir undir forsætisráðherra og samkvæmt hefð koma þessir 2 úr sama flokki. Framsóknarmenn hafa þegar valið Stefán Guðmundsson og Ólaf Þ. Þórðarsson alþingismenn til að setja áfram í stjórn Byggðastofnunar. Það þurfti þó kosningu til í þingflokknum milli Ólafs Þ. og Jóhanns Einvarssonar. Ólafur fékk 9 atkvæði en Jóhann 3. Ragnar Arnalds verður fulltrúi Alþýðubandalagsins í Byggðastofnun. Hann kemur í stað Geirs Gunnarssonar. Og Alþýðuflokkurinn tilnefnir fyrstu konuna í stjórn Byggðastofnunar frá upphafi, Elínu Ölmu Artúrsdóttur. Hún var í öðru sæti á lista flokksins á Suðurlandi í síðustu þingkosningum. Og Stefán Valgeirsson fær svo 7. stjórnarstólinn. Hann samdi við stjórnarandstöðuna stuðning við kjör fulltrúa þeirra í þingnefndir gegn því einu að fá sæti í stjórn Byggðastofnunar. Benedikt Bogasyni var að þingmanni borgaraflokksins þótti kosningabandalagið við Stefán ekki góður kostur. Benedikt þótti fast innan borgaraflokksins að komast í stjórn Byggðastofnunar
en varð að láta sér nægja að sitja þar á varamannabekk. Það var Atli Rúnar Halldórsson sem sagði frá. Jón Helgason landbúnaðarráðherra segist ekki líta svo á að samkomulag sé í höfn í ríkisstjórn varðandi landbúnaðarkafla fjárlagafrumvarpsins. Nefnd 3 stjórnarþingmanna sem fjallaði málið klofnaði. Eiður Guðnason Alþýðuflokki og Páll Pétursson Framsóknarflokki náðu samkomulagi að útgjöld til landbúnaðarmála skulu aukin 300 milljónir króna. Egill Jónsson Sjálfstæðisflokki vildi auka útgjöldin 100 milljónir til viðbótar. Jón Baldvin Hannibalsson fjármálaráðherra lítur svo á að samkomulag sé í öllu stjórnarliðinu tillögur Eiðs og Páls. Landbúnaðarráðherra enn sammála því og hefur óskað eftir viðræðum málið við fjármálaráðherra. Öllum starfsmönnum Sigló HF og Siglufirði hefur verið sagt upp störfum vegna skipulagsbreytinga. Fyrirtækið hefur ákveðið að hætta gaffalbitaframleiðslu og hefur selt tækin til Hornafjarðar. Guðmundur Skarphéðinsson framkvæmdastjóri Sigló segir að gaffalbitavinnslan hafi ekki skilað fyrirtækinu neinum hagnaði undanfarin ár. Rækjuvinnslan hafi verið rekin áfram og missa 25 manns af 70 vinnunni. Þó svo bót í máli að fyrirtækið Þormóður Rammi hefur boðist til að ráða þá til sín enda hefur skort mannafla á staðnum. Atvinnumálanefnd og bæjarráð hafa fjallað málið og hafa forráðamenn Sigló verið boðaðir á fund möguleika á að halda gaffalbitavinnslunni áfram á mánudag. 10 dagar eru liðnir frá því frestur Sovétmanna til að staðfesta kaup á 50.000 tunnum af saltsíld rann út. Og í gær lauk viðræðum viðskipti þjóðana í Moskvu án þess að samkomulag tækist síldarkaupin. Síldarútvegsnefnd vinnur enn að málinu og ekki eru öll von talin úti enn. Í næstu viku hefjast viðræður við Sovétmenn olíukaup fyrir næsta ár og segir